Komið þið sæl, ég heiti Helga María Bragadóttir og ég er rekstrar og hagfræðingur að mennt. En eftir ég settist í helgan stein þá fór ég að skrifa. Og mín fyrsta bók, sögulega skáldsaga, er hérna Hringur fiskimannsins. Og aðalsögupersónur hennar eru, sem sagan gerist á 14. öld, fyrri hluta 14. aldar. Og aðalsögupersónur eru hirðstjóri Íslands og eiginkona hans Vilborg. Og þau eru að búa á Íslandi, en þóttu séu íslensk, þá voru þau alin upp í konungsgarði í Noregi. Og þar fengu þau menntun og annað sem var frekar ólíkt því sem Íslandingar bjuggu við. En aðeins að sýna ykkur hérna kápabókina, eða bókakápuna. Hún heitir Hringur fiskimannsins og hérna sjáu þið 3 úlfa. Hverjir voru þessir úlfar? Þetta var ríkisstjórn Íslands, eða maður kallaði það valdstjórn, 1322 til 1342. Og þetta hún var í 20 ár sem var mjög langur tími. Og þeir eru hér, þessir úlfar í Sauðagæru, þá eru þeir að tefla skák Ísland. Og hvað var svona merkilegt við Ísland? Af hverju voru að tefla og makka með Ísland? Það var vegna skreiðarinnar. Þarna voru festur kirkjunar komnar í hámark og fólk þurfti að borða fyrst stóran hlut á árinu. Þannig að það var mjög mikilvægt að komast við skreiðina. Sagan segir svolítið frá því af hverju aðalsögupersóna bókarinnar, Eiríkur Sveinbjarnarson, hann er hirðstjóri konungsins, Noregs konungs, og hvernig þeir makka með fiskinn. Og þetta er eiginlega fyrsta arðrán Íslands sögunni, hvernig fólk var arðrænt með fiskinn. Svo var náttúrulega aðalvaldið, það var hérna kirkjan, páfinn, og þetta var valdstjórnin. Og það gerðist mikið og ótrúlegt að hvað lítið hefur verið fjallað þetta tímabil sögunar. Því að það var eins og hérna undirtitill bókarinnar heitir Frængarður illvirkjana. Það er talað 5 frængarða í þessari bók og þá voru illvirki framin í þeim öllum. 2 frændgarðana voru á Íslandi, fyrir norðan og fyrir vestan, sem að söguheiturnar eru innveklaðar í, en einnig í þessa 3 frændgarða í konungsríkjunum 3. Þannig að þetta er gífurlega spennandi saga sem að lýsir ekki síður hvað er að gerast erlendis, heldur en á Íslandi. Þarna hefur verið stórborgir eins og París, með menntaði hirðstjóri Íslands í Sorbonne, í Frakklandi. Vilborg eiginkona var með viðskipti, stórt viðskiptaveldi á Ítalíu, því hún var með býflugnabú. Og þau voru í veislum og það er rosalega gaman að kynnast því hvað Íslendingar voru að gera á 14. öld erlendis, ekki síður en á Íslandi. Auðvitað fjallar þetta mikið Ísland, þetta er hirðstjóri Íslands. Og þetta er lýsandi fyrir raun og veru þá óöld sem ríkti á þessum tíma og lítið vitað En sagan gerir þessu góð skil. Með bók Hringur fiskimannsins þá getið þið komist inn í sögu og lesið hluti sem hafa ekki verið skrifað áður. Þetta voru mjög spennandi tímar því að hirðstjórahjónin, Vilborg og Eiríkur, þau syndu eins og fiskar í vatni á meðal hirðarinnar bæði í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.